af ríkisvaldinu til sveitarfélaganna og við höfum yfirlega notið svona í lagahaldi aftur og aftur fengið miklu mun minni hlutfall fjár en við eigum að fá, þá borgarstjórn sameinast að mótmæla því. Nei, menn geta það ekki nú og Dagur Eggertsson segir mér ef verða ekki verðtollar, þá verður ekki farið í þessu verkefni. Ef Dagur Eggertsson varaformaður Samfylkingarinnar að tala með sama hætti út á landi, þar sem þau fá 80% af þessu fjármagni, hann bara flauta við verkefnin þar? Nei, sá hluti landsins sem fær lang minnsta fjármagn, hann nú bara átt að sá því annan hvort, förum við verðtoll ef við fáum ekki verkefni. Það lítur þá að vera nákvæmlega eins annars staðar á landinu í Dagur Eggertsson. Það lítur að vera nákvæmlega eins. Þannig að þá verður bara hægt að vera að fjármagna sem fyrir gegnum samgönguáætlun. Eða gegnum framlög til vegagerðar. Vegna þess að annarkvæmst fá menn bæturnar, samgöngubæturnar í gegnum verðtoll eða ekki neitt. Og hér bara er borgarstjórn sirka bara ánægð með þetta og borgarstjórnin er ekki bara að halda sér aftur á bak. Hún bara kemur þetta ekki við og svo koma menn upp og segja ég ætla að reyna að tala um þetta frá hjartanu eins og þetta sé bara rosalega fyndið. Þetta er risastórt hagsmunamál fyrir borgarbúa, risastórt. Og menn mættu kannski að huga því að þessir einstaklingar sem til dæmis hafa verið að skrifa undir á þessari undirskriftalista, 40.000 manna undirskriftalista, þeir eru ekkert í einhverju flokkspólitík. Þeir eru aðilar á öllum flokkum, alveg örugglega. Já, Verslunarflokknum, Sjálfstæðisflokknum, Samfylkingunum, Vinstri grænum og hvað sem er. Vegna þess að fólkið í þessu landi er búin að fá nóg af endalausu skattheimtu og þetta er ekkert annað en það. Og svo stillir Dagur Eggertsson þessu með einhverjum hætti, já þingið hafði þroskað til þess. Frumvarpið sem var samþykkt þetta fyrirkomulagið til að gera þetta tækt, auðvitað var samstaða það. Nákvæmlega eins og það stendur í þessari ályktun sem við lögðum til að borgarstjórn er ekki andsnúin því að veggjöld séu skoðuð. Með nákvæmlega sama hætti er þingið ekki andsnúið því. Ef þingið hefur ekki samþykkt borgarfulltrúi Dagur Eggertsson að það skuli fara í veggjöld á þessum parti eða í þessum landshluta einum saman. Það er bara einfaldlega rangt hjá þeir að túlka það þannig eða stilla það þannig upp.